mamma, ég hef ekki tíma fyrir þetta. Ég verð að drífa mig. Ég ræði þá betur eftir skóla. Færðu þig? Færð þú þig? Passaðu þig! Æ, fyrirgefðu, ég ætla ekki. Já. Hvað veistu hana? Bara fín, nú. Málið ég klesti á hana í morgun og öskraði á hana. Og? Af hverju þið ekki slett sama? Ég veit þetta mjög skrítið, en ég held ég sé með samviskubit. Vá, ég held sem hrifin á henni. Já. Kannski ætlarðu að tala við hana? Nei. Jú, farðu að tala við hana. Hæ. Óskar það ekki? Jú. Ég vildi bara segja fyrirgefðu þig, ég klesti á þig í morgun og öskraði á þig. Já, ekkert mál, fælt ekki því. Ok, en ég var bara. Varðu til í að hittast þeim hjá mér í kvöld og horfa á mynd saman? Já? Við sjáumst eftir. Heyrðu, ég er að fara með föt í Rauða Krossin eftir, en á ekki bara að koma til þín eftir það? Jú. Klukkan 7:30 þá. Ok, sjáumst. Ekki vera svona harður við hana, þetta skiptir bara engu máli. Hvar vorum þau? Sjáðu í sjónvarpinu. Í fréttum þetta helst. Hörð átök hafa brotist út í norður Nígeríu. Tugir hafa dáið og þúsundir hafa yfirgefið íbúðir sínar. Ásgrímur Jónsson er á staðnum. Yfir til þín, Ásgrímur. Já, ég er staddur hérna í norður Nígeríu, þar sem tugir manna hafa drepist. Hermenn hafa tekið hérna hálft landið og við erum hérna á staðar. En ekki fleiri upplýsingar fást á þessum stundum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásgrímur. Ertu að heyra þetta? Þetta er hræðilegt. Það er alltaf stríð í Afríku. Þótt það sé oft stríð í Afríku, þá þýðir það ekki að skipta eitthvað minna máli eða við eigum bara að sitja og gera ekki neitt. Við verðum að hjálpa þeim. Guð veit hvað
kunna beygja helling flókna orða. Guð veit hvað þau gæfu til að vera eins og við. Fara í skóla, kunna hjóla, en í staðinn sinni angist góla. Svefnlaus nótt, en ein svefnlaus nótt. Hvar eru englar, Guð sem alla